Varstu bara sjálfbúin að lögum? Já. Það er þreytt, Þórður. Hæ? Þórður? 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 Í þessu myndbandi lærið þú að veita skyndihjálp vegna ofskömmtunar ópíóðalyfja. Ef einstaklingur missir meðvitund og grunur ofskömmtun ópíóðalyfja, fylgdu þá eftirfarandi grundvallarskrefum skyndihjálpar. Tryggðu öryggi þitt og nærstaddra. Kannaðu ástand einstaklingsins. Virkjaðu viðbragðskeðjuna, hringdu á 112. Veittu skyndihjálp. Byrjaðu á því að tryggja öryggi þitt og nærstaddra. Athugið hvort hættuleg efni eða áhöld á vettvangi. Kannaðu ástand einstaklings með því að athuga meðvitund. Bregst hann við ávarpi eða áreiti. Kallaðu nafn hans. Hristu axlir varlega og nuttaðu bringubein. Opnaðu öndunarveginn og athugaðu öndun. Það á ekki að taka meira en 10 sekúndur að hlusta eftir öndunarhljóðum, finna öndun á vanga þínum og horfa hvort að brjóstkassi lyftist. Virkjaðu viðbragðskeðjuna og hringdu á 112. Já, góðan daginn, ég þarf að fá sjúkrabíl. Ég er með manneskju alþjóð eftir ofskömmtun ópíóða. Veittu neyðarverði eftirfarandi upplýsingar. Hvað gerðist? Hver er staðsetningin? Hver þarf á aðstoðan að halda? Hvert er ástand einstaklingsins? Og að lokum tilkynntu að þú hyggist gefa einstaklingnum Naloxone nefúða. Naloxone nefúða þarf að gefa sem allra fyrst. Naloxone nefúði inniheldur eingöngu 1 skammt. Taktu Naloxone nefúðan úr umbúðum með því að flétta bakliðinni af þynnupakningunni. Opnaðu öndunarveg og fjarlægðu allt sem getur lokað nefi. Stingdu stút nefúðans varlega í aðra nösina og þrýstu þétt á stimpilinn, þar til smellur heyrist, sem er merki að skammtur hefur verið gefinn. Ef einstaklingurinn er meðvitundarlaus og andar eðlilega eftir gjöf Naloxone nefúðans, þá skaltu setja einstaklinginn í hliðarlegu. Ef engar framfari verða á meðvitund eða öndun á næstu 2 til 3 mínútum frá fyrstu gjöf, eða ef einkenni ofskömmtunar koma fram á ný, skaltu gefa annan skammt af Naloxone nefúða í hina nösina. Ef einstaklingurinn er meðvitundarlaus og andar ekki eftir gjöf Naloxone nefúðans, þá skaltu hefja endurlíkun. Ef þú ætlar eingöngu að beita hjartahnoði, skaltu hnoða á taktinum 100 til 120 sinnum á mínútu, 5 til 6 cm niður bringuna, þar til viðbragðsaðilar koma á staðinn og taka við endurlíkun. Ef þú treystir þér til, skaltu blása 5 sinnum í upphafi endurlíkunar og hefja síðan hjartahnoð. Hnoðaðu 30 sinnum og blástu 2 sinnum. Endurtaktu ferlið þar til viðbragðsaðilar koma á staðinn og taka við endurlíkun. Einstaklingunum sýnir merkjum líf eins og að hreyfa sig, opnar augun og andar eðlilega. Eða ef þú finnur fyrir örmögnun og ógnar þar með öryggi þínu. Þegar viðbragðsaðilar koma á staðinn er mikilvægt að gefa upplýsingar líðan og ástand og að Naloxone nefúði hafi verið gefinn. Ok, hvernig gerist það? Já, þetta gerist fyrir svona cirka korter síðan. Já. Hún byrjaði bara hægt og rólega að sofna í sófanum. Naloxone getur valdið bráðum fráhvarfseinkennum. Einkennin geta verið eftirfarandi: verkir og krampar í líkamanum, svitamyndun, skjálfti eða titringur. Einstaklingurinn getur verið taugaóstyrkur eða upplifa pirring. Sumir virðast árásargjarnir þegar þeir komast til meðvitundar. Tryggðu eigið öryggi og nærstaddra. Í þessu myndbandi lærðu þú að veita skyndihjálp vegna ofskömmtunar ópíóðalyfja. Ef einstaklingur missir meðvitund og grunur ofskömmtun, fylgdu þá eftirfarandi grundvallarskrefum skyndihjálpar. Tryggðu öryggi, kannaðu ástand einstaklings, hringdu á 112,
veittu skyndihjálp. Gefðu naloxon nefúða, settu einstaklingin í hliðarlegu og fylgstu með ástandi hans. Ef engar framfarir eru á meðvitunda öndun skaltu gefa annað skammt af naloxon nefúða í hina nösina. Ef einstaklingurinn er meðvitundalaus og andar ekki, þrátt fyrir gjöf naloxon nefúða, skaltu hefja endurlíkun.